menn komast að raunum að allt það sem að þeir söfnuðu saman og settu í einhverja sjóði eða felustaði, það mun glata verðgildi sínu. Í síðara Tímóteusbréfi í 3. kafla segir Páll postuli við unga mannin Tímóteus í byrjun kaflans: Vitaskattu þetta, að á síðustu dögum munu koma örlagatíðir. Hér Páll að tala um síðustu dagana. Þetta eru dagarnir sem við lifum á. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, sáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi þar sem gott er, sviksamir, framfleytnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskyn Guðhræðslunnar. Hugsið, þetta er lýsing á tímanum í dag. Viljið heyra meira? Í 1. Þessalóníkubréfi 5. kafla, og þar frá 1. versi segir: En tíma og tíðir hafið þér bræður, ég vil bæta við hérna systur, því þetta var skrifað á karlrembu tíma. Takkið eftir því. Þetta er boðskapur til allra. Og að ekki er þörf á að yður sé skrifað. Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur Drottins kemur sem þjófur á nóttum. Þá vitum við það. Það verða engin boð eða fyrirfram fréttir að hann sé að koma. Hann kemur skyndilega, eins og þjófurinn sem brýst inn að næturlagi og engin veit þegar þeir vakna að morgni og góssið er allt horfið, því var stolið. Þannig óvænt mun Kristur koma. Í 3. versi segir: Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast. Niðurlagsorðið þarna sem ég var að lesa: fólk mun farast vegna kæruleysis. Það las ekki kærleiksbréf Drottins, Biblíuna, þegar það hafði frelsi og tækifæri til þess. Og þegar þeir svo síðan ætla að þá fyrir marga verður þá of seint, því það er þá allt of seint. Og nú er verið að reyna að koma á friði í þessum heimi. Og ég hef getað vitnað í ýmsa aðra texta eins og Lúkas í 21. kafla, eða vil ég kynna ykkur það þegar heim kemur. Þá segir Jesús að fólk mun sem sagt gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það mun hreinlega deyja sumir af áhyggjum og kvíða, því að hörmungar kunna að verða svo miklar í lokin. En svo segir hér, og þetta er skrifað löngu seinna en þetta sem ég var að vitna í Lúkas 21, að hér segir Drottinn fyrir munn Páls postula: Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir það. Það virðist vera þessi boðskapur þarna að mönnum mun takast að koma á því sem þeir kalla frið. En þá kemur snögglega tortíming. Það var allt búið. Þannig að ég sé alveg viðleitni í dag, og ég vil bara, ég geti gefið ykkur heilt námskeið yfir aðdragandana þessu, en ráðamenn þjóðanna eru ráðalausir. Þeir vita ekki sitt rjúkandi ráð til að koma á friði, en þeir munu innan tíðar leita til einhvers andlegs leiðtoga og gefa honum vald og þá virðingu að leysa úr þessu öngþveiti. Og þá munu allir sameinast í einni alkirkjuhreyfingu. Og þá kemur þessi friður sem vorum að lesa þarna. En þetta er bara eitt af táknunum sem Kristur kemur til þess að segja okkur: þetta er alveg að verða búið.